Og áfram með föstudagsþáttinn. Hann kominn til mín, hann Sigurvin Jónsson frá Dalvík. Velkominn. Takk. Nei, Svarfaðardal. Já, Dalvík. Já, ég er bara Stór-Dalvíkursvæðinu. Stór-Dalvíkursvæðinu, já. Velkominn. Takk. Þú ætlar að segja mér frá annars vegar bílasafninu þínu og hins vegar The World Tour, fíllinn. Já, rétt. Á hverju viltu byrja? Já, bara ekki byrja bílunum, bara róleitum. Byrjum á bílunum. Þú átt hvað? 2000 og eitthvað bíla? Eitthvað svoleiðis. Ekki alveg í fulli stærð samt, þetta er svona, hvað? Já, svona 10 centimetrar og svo er náttúrulega fullt líka matboxbílum, þessum litlu. Þessum minni matbox, já. Og hvað hefur verið að safna þessu lengi? Ég hef verið að safna þessu í 15 árið eitthvað, sko. Já. Hvað kom til? Ég hef alltaf haft áhuga á bílum. Já. Svo bara einn daginn þá var ég eitthvað á vafra á netinu og álpaðist henni eBay og það var bara ekki aftur snúið eftir það. Og gerir þetta mest í gegnum netið? Já, mest, já. Fær þetta það? Já. Fæ svona einn og einn póka samt úr geymslunni hjá fólki. Já, fólk veit af þessu og færi þér. Já, það kemur fyrir. Já. Og nú ertu að fara að gera eitthvað með þessa miklu bílaeign. Þú ætlar að setja upp safn á Dalvík. Já. Segðu okkur aðeins frá því. Mér áskotnaðist húsnæði sem ég fekk og ég ætla bara núna að fara að hendast ég að þrífa og mála og opna vonandi fyrir fiskidag. Setja upp hillur og svona? Já, ég setja upp hillur og... Sérðu fyrir þér að lýsa þetta eitthvað sérstaklega? Já, hafa þetta svolítið. Gera þetta grand, sko. Gera þetta grand. Og opna svo bara með pomp og prakt þarna í kringum fiskidaginn? Já, það er stefnan. Já. Og hvað, mun þetta heiti eitthvað sérstakt? Galleri Nærendi. Galleri hvað? Nærendi. Nærendi? Já. Heitir þetta hús það kannski? Nei. Ég bý í Ráðhúsi og ég sagðist alltaf verið í Nærendanum. Þannig að ég ákvað bara að nota þetta nafn. Já, Galleri Nærendi. Og þetta er sem sagt annað sem þú ætlar að segja mér frá. Hitt er einmitt uppistandstúriðinn. Því að þú ert grínisti. Já. Og búin að vera að starfa sem slíkur í mörg ár. Já, síðan 2002. Já. Hvað kom til að byrjaði því? Það var bara eitt símtal sem það var hringtíma og ég fengið til þess að fylla upp í keppninu 100 Íslands. Já. Það var einn sem forfallaðist, góði vinur minn. Já. Og ég vann keppnina og síðan hef ég bara verið óstöðandi. Ég skil. Og er þetta svona, hvað myndur segja að eru ofta standa fyrir gríni? Er þetta mörgusinnum alveg á sömri? Já, það er svo ekkert mikið við sömur, eitt og eitt brúðkaup svona sem ég kem á laggirnar. En svo er svona yfir veturinn, þá er þetta bara, þetta er slatti, sko. Já. Og hvernig, þú nú ert að vinna að þessu uppistandi sem þú ætlar að frumsýna í september eða? Já, cirka, já. Og þú ert ekkert endilega kannski mikið að undirbúa textan því að hann kemur bara yfir þig eða hvað? Já, það kemur fyrir, já. Ef það er góður salur og svona, þá bara gerist góður hlutir. En ef salurinn er ekki góður, ertu þá með eitthvað smá púnta? Já. Og það maður kannski bara aðeins út af rútínunni, sko. Og hvað ert þú að fjalla helst? Er það bara það sem ég hef lent í, bara eigin reynsla? Já, og bara pikku upp það sem maður heyrir og svona, ýmislegt svona. Sem ég finnst baugilegt að leta ég vaða. Já. Áttu eitthvað svona eftirminnileg augnablik, sko, sem þú getur deilt með okkur, eitthvað sem eða vandræðileg augnablik svona í þessum bransa? Já, ég var fengið til þess að stjórna brúðkaupi, sko, og mætti hérna 10 mínútur og brúðkaupi hjónin voru á leiðinni. Þá var ekki búið að setja græðar eins upp eða neitt, sko. Ég veist að kunni þetta ekki neitt. En þetta reddaðist samt. Já. Einhvern veginn. Tókst að tengja einhverja mæka? Já, tókst að tengja á síðustu stundu. Og kynna og... Já, allt klárt gengur í salinn. Það er svona pínu óþægilegt þegar þetta er ekki klárt þegar maður kemur, sko. Já, það er vissar að hafa þetta allt á hreinu. Já, hann var náttúrulega svo brúðgumi og var svo önnukafinn að því að undirbúa elskuna sína, þannig að það hlauta eitthvað hafa klikkað. Já, eitthvað lætur undan. Já. En þitt svona svæði, er það svolítið þannig Stór-Dalvíkursvæði eða hefurðu verið að fara víðar? Ég er búinn að koma fram í 7-8 löndum, sko. Nú? 3 heimsálum. Bíddu, og alltaf á íslensku eða bara á hinum þessum tungumálum? Bara á íslensku. 2007 fór ég með útrásavíkingunum vítt og breytt heiminn, sko. Hvað ertu að segja? Það var gaman, sko. Og hvaða lönd voru þetta? Ég hef verið í Kína og Kanada og Ungverjalandi og Spáni og Danmörku og... En að skemmta fyrir Íslendinga samt? Já. Íslendingafélagi í London, ég er búinn að vera þar, sko, og Þorrablótum í Danmörku. Hvað ertu að segja? Þannig að maður er bara að fara við það, sko. Og gengur undir nafninu Fíllinn, eða? Já. Viltu segja okkur eitthvað söguna bak við það? Það gerðist bara í fótboltanum, þegar fannst ég eitthvað klunnarlegur strákunum að þeir kölluðu mig Fílinn. Svo bara þegar ég fór í keppnin, þá var SMS-kosning og það var svo langt að vera með fullt nafn. Já.
Það tekið allt kvöldi að sláð inn og spyrja það er ekki eitthvað styttra. Ég sagði, kom bara fíllinn upp í hugan og ég hef notað það síðan. Ok, það virka vel. Virka mjög vel. Margir sem þekkja myndi nafninu fíllinn, tekið hvað ég heiti öðru liti, sko. En hvað gerur þú svona þegar þú ert ekki að safna bílum og ekki að skemmta? Hvað ertu þá að gera? Þá ég í vinnunni minni í Ólís á Dalvík. Já, þannig þú ert í svona venjulegri vinnu líka? Já, líka, já. Það sem heitir svona ótrygg innkoma, sko, þannig að maður þarf að hafa eitthvað fyrir reikningunum. Salt í grautinu og svona? Já. Og hvað er svo að gera núna í sumar fram að september? Ertu bara sveittur að undirbúa eða ertu bara slakur að njóta eða hvað? Bara slakur að njóta. Það er náttúrulega ég er sveittur að undirbúa húsnæðið fyrir bílana. Já, akkurat. En svo bara, ef mér dettur eitthvað hug, þá bara slæja inn í síman. Ég er með fullt af hugmyndum í síman sem ég sest svo kannski í tölvun og pikka á sig. Er það svona vinnutækið bara? Já, ég nota hann mikið. Já. Nota hérna memories í símanum og hendi inn í það. Og koma hugmyndirna bara alla daga, stöðugt, eða er þetta svo alltaf svona sveiflukennt? Sveiflukennt, en kemur náttúrulega eftir að maður umgengst mikið af fólki, þá kemur miklu meira, sko. Já. Er fólk endalaus uppspretta, svona? Já, endalaus. Það er að koma alltaf kallar í kaffi á morgnana til minni Ólís og þeir svona, maður er miklu frjórri þegar maður er innan fólk. Já, já. Að því bý ég einn, þá er ógætt að vinna á minnustaf sem koma margir, sko. Já. Þetta er áhugavert og spennandi. Fíllinn og heldur þú verður eitthvað með atriði á fiskideginum eða lætur þú bílasýninguna kannski duga? Ég læt það duga, það er líka mikið að gera vinnuna fiskidagana, sko. Ég hef verið á stóra sviðinu, sko, mér finnst ekkert gaman að taka upp þetta úti, sko. Nei. Það nærri ekki eins miklu kontakt við fólkið. Nei, það er svo langt í burtu. Það er svo langt í burtu og heyrist ekki þeirra hlægir og svona. Man nærist á hlátrinu, sko. Þetta er að mynda stringur ás. Svona smærri salir og kannski meiri nánd. Já, mér finnst að það er uppáhaldið mitt, sko. Heyrðu, ég mæli með að fólk fylgist með Fíllinn World Tour. Já, það er eins gott. Og kíki á Nærendan. Endilega. Gallerí Nærendi. Gallerí Nærendi. Á Dalvík. Já. Takk kærlega fyrir komin í þáttinn. Takk sömuleiðis.